Komið sæl og við erum komin hér núna á síðasta heila daginn fyrir kjördaginn og ég sannfærður það að við sjálfstæðismenn munum núna á bæði í dag og á morgun uppskera það að við höfum komist í það að ræða pólitíkina við kjósendur núna síðustu dagana. Við héldum alveg frábæra fjölskylduhátíð í gær, það var alveg óskaplega gaman, vel yfir 2000 manns sem komu til okkar og það sýnir mér það að það er kraftur í flokknum okkar og við ætlum okkur að standa okkur á morgun. En það sem hefur líka verið að koma fram og orðið ljóst núna síðustu dagana er hvaða vandamál það verða sem að fylgja vinstri stjórninni. Það er alveg gríðarlega vandamál í efnahagskerfinu okkar sem að kalla á mjög samstillta ríkisstjórn, samstilltar og lausnir sem að auðvitað verða ekki einfaldar, en það verða aldrei einfaldar, það verða aldrei framkvæmdar með neinni skynsemi nema baki þeim sé ríkisstjórn sem er samhent. Og við höfum fylgst með því núna að vinstriflokkarnir, bæði Samfylkingin og Vinstri grænir, hafa lent í því að verða bæði ósammála sín á milli, til dæmis eins og aðildarumsókn að ESB, og síðan líka innbyrðis innan flokkana og jafnvel gengið svo langt að það hefur einstakar stjórnmálamenn orðið ósammála sjálfum sér. Og við hljótum nú að horfa til dæmis á það deilu sem er orðin á milli fjármálaráðherrans og umhverfisráðherrans. En umhverfisráðherrann úr Vinstri grænum hélt því fram að það ætti ekki að halda áfram með olíuleitina á Drekasvæðinu sem getur skipt íslensk samfélag alveg gríðarlega miklu máli. Og síðan kemur fjármálaráðherrann og segir umhverfisráðherrann skilur ekki stefnu flokksins. Og hvað eigum við kjósendur eiginlega að halda? Hvernig eigum við að treysta fólki sem er farið í hár saman nokkrum dögum fyrir kosningar, innbyrðisflokki? Hvað eigum við að segja um það þegar að Vinstri grænir leggja það til í sinni landsfundarályktun að það eigi að setja á það sem þeir kalla hóflega eignaskatta og koma svo síðan í fjölmiðlum þar á eftir og harðneita því að þeir eru nokkuð tíma sagt það. Auðvitað ætla þeir að gera það, auðvitað ætla þeir að hækka skattana því það eru aðferðir og ekki bara aðferðir heldur bara hugsjón og skoðun vinstrimanna að það sé leiðin til þess að leysa allan vanda í mannlegu samfélagi að hækka skatta. Og síðan sjáum við Samfylkinguna sem að hefur það eitt fram að færa í þessum kosningum að það er að sækja aðild að ESB. Alveg á þess að rökstyðja það hvernig það muni hjálpa okkur Íslendingum í gegnum núna næstu 12 til 18 mánuði. Þetta er alvarlegt og ég er sannfærður það að kjósendur í landinu hafa séð þetta, hafa fylgst með þessar umræðum og hugsað með sér, er þetta fólkið sem ég treysti til þess að vinna okkur úr vandanum. Og ég vil segja við ykkur sem eru að hugsa um það að skila auðu á kjördag. Sú afstaða að skila auðu er ekkert annað en ávísun á áframhaldandi líf og lengra líf mögulegrar vinstristjórnar. Hvert atkvæði sem ekki er greitt Sjálfstæðisflokknum er atkvæði greitt vinstristjórn. Það er atkvæði sem er greitt sundurlyndi, það er atkvæði sem er greitt skattahækkunum, það er atkvæði sem er greitt því að það veri erfiðara að koma íslensku efnahagslífi aftur á lappirnar. Og það er þess vegna sem við Sjálfstæðismenn verðum að beita okkur að öllu afli, bæði í dag og á morgun, til þess að ná í sem flesta og útskýra hvaða vandamál það eru sem að felast í því að það komist vinstristjórn til valda hér á morgun. Og það er bara þannig, og sagan kennir það, að þau vandamál sem við etja geta verið erfið, en vinstristjórnir verða vandamál í sjálfum sér. Og það er þó eitt vandamál sem getur leyst strax með því að kjósa Sjálfstæðisflokkinn á morgun, ekki skila auðu, heldur kjósa Sjálfstæðisflokkinn, og það er það sem að mun leysa og vera besta lausnin sem við höfum til þess að fást við efnahagsvandann sem er framundan, ekki vinstristjórn.